Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir gæti byrjað til dæmis. Forseti borgarfulltrúar bókun við lið 1. Mikilvægt að vinna að heilsueflingu skóla og frístundastarf sem hluta heilsueflandi samfélagi. Skýrslan góð að mörgu leyti, mörgum spurningum ósvarað það hvernig borgin ætlar að ná markmiðum hennar, enda það framkvæmdin sem skiptir höfuðmáli, enda óhætt að fullyrða sátt sé heilsueflingu almennt í samfélaginu. Það þarf að auka aðgang og aðgengi að íþróttahúsum borgarinnar og sundstöðum, efla samgöngur innan hverfa og bæta þarf viðhald á skólalóðum og leikvöllum. Til að markmiðsstefnuna náði fram að ganga þarf fjármagn og samstarf þvert á svið borgarinnar eins og skóla- og frístundasviðs, velferðarsviðs og umhverfis- og skipulagssviðs. Gert ráð fyrir að heilsueflingin vaxi frá leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi út í aðra starfsstaði borgarinnar og þá brýnt að huga verði að bættri andlegri og félagslegri líðan borgarbúa ekki síður en líkamlegri vellíðan og hreysti. Síðan að bókum við lið 3. Mikilvægt að Reykjavíkurborg fylgist með húsnæðismarkaðnum í borginni og það hvort íbúðir í borgin sem notaðar í skammtímalegu, langtímalegu eða sem búseturéttar íbúðir. Í því sambandi eðlilegt að skoða verði hversu stór hluti af þeim íbúðum sem byggðar hafa verið síðustu til dæmis 5 árin sem og það íbúðarhúsnæði sem verið að byggja eða tilstendur að byggja næstu árin sé eða verði notað í skammtímalegu, langtímalegu eða sem búseturéttar íbúðir. Þyrfti að taka slíkar upplýsingar saman, uppfæra og birta reglulega. Borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir hefur lokið að gera grein fyrir bókun. Þá það borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins Marta Guðjónsdóttir tekur næsta máls. Þakka þér fyrir skýrslu starfshóps lýðheilsu og heilsueflingu barna og unglinga í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi. Engum blandast hugur að góður hugur hafi fylgt gerð skýrslunar. Í skýrslunni hins vegar sett fram almenn markmið að efla lýðheilsu en hvorki minnst á hvaða fjármagni að fylgja eða settar fram tímasettar aðgerðir til að ná fram þeim markmiðum sem koma fram í skýrslunni. Það ljóst að ekki dugir að setja almenn markmið að auka hreyfingu barna og að efla lýðheilsu almennings þegar svo staðreynd liggur fyrir að margar skólalóðir og opin svæði í borginni víða í niðurníðslu. Þá hefur loftmengun oft farið yfir viðmiðunarmörk og frjókornamagn og mikið í andrúmsloftinu vegna trassaskapar við slátt og umhirðu í borginni. Það ljóst að ef ætlunin að ná fram þeim markmiðum sem skýrslan tekur á, þarf að gera tímasetta aðgerðaráætlun og fjármagn fylgi þeim framkvæmdum sem nauðsynlegt að ráðast í. Að öðrum kosti hætt við að skýrslan lendi í skúffu borgarkerfisins með öllum þeim stefnum sem dagað hafa þar uppi. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að gera grein fyrir bókun og þá Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrúi næst til að gera grein fyrir bókun. Forseti, hér kemur bókun undir liðnum fjárhagsaðstoð og það ekki liður 2. Jú. Mjög ánægjulegt að sjá loksins fækkun einstaklinga á fjárhagsaðstoð í Reykjavík, en sveitarfélagið hefur ekki sýnt viðunandi árangur hvað þetta varðar undanfarin ár ef miðað við önnur sveitarfélög sem hvað virkust hafa verið. Hafnarfjörður leiddi fram 40% fækkun í hópi þeirra sem á fjárhagsaðstoð á einu ári, árið 2014, og í Reykjanesbæ var 32% fækkun milli áranna 2014 og 2015. Á sama tíma var fækkun 8% í Reykjavík. Síðan hefur atvinnu- og efnahagsástand gjörbreyst til hins betra. Seint verður við hægt að segja að meirihlutinn í Reykjavík hafi tekið málið föstum tökum. Stefna hans hefur verið afar slök og jafnvel viðhaldi fjárhagsaðstoðarvandanum undanfarin ár, en tekist hefur verið á fjárhagsaðstoðarmálin í velferðarráði af krafti þennan tíma. Í lok árs 2015 var samþykkt aðgerðaráætlun sem nú í gildi og tóku sjálfstæðismenn af einhug undir þá áætlun og fögnuðu því að loks mætti merkja vilja meirihlutans til breytinga. Of snemmt þó að fullyrða árangur á áætluninni eða Reykjavíkurmódelinu eins og PR fulltrúar meirihlutans kalla hana. Langt í að Reykjavík hafi náð að vinna sig
út úr fjárhagsaðstoðarvandanum. Svo kemur bókun undir lið 3. Ný lög veitingastaði, gististaði og skemmtanahald munu taka gildi næstu áramót. Nauðsynlegt að taka upp skýrt verklag hvernig skuli meta hvaða áhrif þau hafa á þróun í borginni og safna lykiltölum reglulega. Ljóst að fjöldi hótelrýma mun ekki mæta fjölda ferðamanna næstu árin og enn verður mikil eftirspurn ferðamanna eftir íbúðarhúsnæði í skammtímalegu. Á meðan líklegt að húsnæðisvandinn í Reykjavík verði enn mjög alvarlegur og viðvarandi. Ný lög gera heimagistingu auðveldari en setja jafnframt þak á fjölda útleigudaga og leigutekjur. Í Reykjavík eru íbúðir sem nýttar eru í heimagistingu nú langflestar leigðar út lengur en 90 daga og fyrir hærri fjárhæðir en lögin gera ráð fyrir. Nauðsynlegt því að borgarstjórn fylgist náið með hvort þróun verður á þann hátt að íbúðarhúsnæði verði í meira mæli notað í skammtímalegu en áður og hvort íbúðarhúsnæði sem nú nýtt í heimagistingu verði breytt í íbúðagistingu í meira mæli með enn frekari langtíma áhrifum á almenna leigumarkað. Hvort þær íbúðir sem eru í uppbyggingu munu skila sér inn á almenna leigumarkað eða verði nýttar í ferðaþjónustu svo eitthvað sé nefnt. Þá þarf að setja viðmið hvenær fjöldi íbúða í skammtímalegu hafi neikvæð áhrif á íbúaskilyrði einstakra hverfa eða svæða. Áslu María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera grein fyrir bókun og þá komið að borgarfulltrúi meirihlutans að gera grein fyrir bókun. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Nei. Það var að koma til að breytingu. Kannski rennir yfir þetta á leiðinni í pontu. Ég lista þína líka, Skúli. Ég lista þína. Ég lista þessa síðast. Nei. Forseti borgarstjórnar í með bókanir frá meirihlutanum. Það fyrst varðandi fjárhagsaðstoðina. Borgarfulltrúar Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata fagna markverðum árangri að fækka í hópi þeirra Reykvíkinga sem þurfa á fjárhagsaðstoð til framfærslu að halda. Notendum í janúar til mars 2016 fækkaði 23,6% miðað við sama tímabil árið 2015. Reykjavíkurmódelið byggist á samræmdu verklagi við móttöku og meðferð umsókna fjárhagsaðstoð þar sem áhersla á snemmtæk inngrip og að notendur finni styrkleika sína, meti starfsgetu og setji sér valdeflandi markmið. Í framhaldi af því unnin einstaklingsáætlun hvers og eins og það á ábyrgð einstaklingsins að fylgja henni eftir. Mikilvægt að haldið verði áfram á þeirri braut sem mörkuð hefur verið þar sem hún skilar greinilega árangri. Svo erum við með varðandi heilsueflingu. Heilsuefling í leik- og grunnskóla og frístundastarfi ferli sem hafið með innleiðingu Reykjavíkurlíkans í hverfum borgarinnar í samvinnu við embætti landlæknis. Það mikilvægt að stuðla að jákvæðu viðhorfi til heilsueflingar. Heilsueflingin ekki tímabundið átak, heldur hugafars og viðhorfsbreyting. Aðgerðir og fjárfestingar sem þurfa að eiga sér stað með það að markmiði að efla andlegt og líkamlegt og félagslegt heilbrigði í Reykjavík. Slíkt þarf ekki að kosta ómælda fjármuni heldur viðhorfsbreytingu jafnt hjá starfsmönnum Reykjavíkurborgar og þjónustuþegum hennar og pólitískum ákvörðunum sem munu skila sér margfald aftur í bættri heilsu og auknum lífsgæðum borgarbúa. Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið að gera grein fyrir bókunum borgarfulltrúa meirihlutans. Þá hefur verið gert grein fyrir öllum bókunum.
Öll mál hafa verið tæmd, umræðum lokið og þessum fundi sömuleiðis klukkan 19:36. Við skrifarum að koma og ganga frá fundargerð.